Ég heiti Hanna Rún og tjáskiptaráðgjafi í Klettaskóla og með mér teymi fyrsta bekkjar og það alltaf líka að kynna sig. Ég heiti Guðrún Rut og kennari í fyrsta bekk. Ég heiti Sofía og atvinnuþjálfi. Erla Þorsteins og kennari í fyrsta bekk. Ég heiti Silja og þroskaþjálfi í fyrsta bekk. Og það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag tjáskiptaforritið Snakkor First. Og við ætlum að hafa þann háttinn á að ég byrja að fara mjög hraða yfirferð yfir það sem forritið inniber og svo tekur fyrsti bekkurinn við og við ætlum þá að skipta þessu með ykkur, þá hverf ég og svo næsti tekur við, þannig að við förum svolítið létt yfir þetta. Ég ætla að deila skjánum mínum. Ég sé að ég á að geta það, en það kemur eins og það sé ekki hægt. Þú ýtir á share screen, græna í miðjunni. Já, ég veit, en það stendur eitthvað host disabled participant to screen sharing. Þannig að þið þurfum að opna fyrir það. Svo, verður þið núna? Ok. Já, nú kemur það. Ok, flott. Ok. Og þá ætla ég að deila og þið ætla að sjá þetta þá núna, þetta ekki? Þið sjá þetta skjáin minn, eða ekki? Já, ég ekki um það. Ok, flott. Þá þetta komið. Og ég ætla eins og ég segja að fara mjög hraða yfirferð. Ég ætla að leggja ykkur niður svona og segja ykkur aðeins frá Snakkor First sem við erum búin að vera að nota allavega þetta skólaár. Og þetta kom út bara á vorinu í fyrra, 2020, og virkar á Windows spjaldtölvur og augnstýritölvur. Það hægt að sækja þetta forrit á Tobii Dynavox heimasíðunni og aðgengilegt eins og á Windows spjaldtölvur, en ekki á iOS-kerfi, þó svo að það alltaf að segja ykkur aðeins frá því hvernig þeir nota þetta með iPad-unum. Þetta forrit byggist upp á kjarnaorðum og sem sagt algeng íslensk orð á forsíðu með stýrihnöppum sem flytja ykkur yfir á aðra staði í forritinu inn í orðalista og svo stýrikerfi inn í flýtivísa og aðra staði sem inn í forritinu. Ég ætla að sýna ykkur það bara eftir því sem tím líður. Það eru ákveðnir litakóðar og það ágætt að tileinka sér þá og vita hvað litakóðarnir, hvað þeir standa fyrir, sem spurningar og persónur og aðgerðarorð og allt þetta. Ég svolítið að flýta mér, ég veit það, en ég vona að þetta sé í lagi. Í orðalistum ákveðin grunnur og mikið eða nokkuð af séríslenskum táknum og það hægt að bæta við hvern orðalista bara eins og maður vill og búa til tengdalista og það sem stórir listar eru, til dæmis eins og í dýralistarnir eða maturinn, það hægt að búa til tengdalista þannig að búa til minni lista innan hvers orðalista. Það eru líka flýtivísar, þar sem það svona gagnvirkt spjall, þar sem þetta eru orð eða setningar sem flytjast ekki upp á stikuna, heldur bara gagnvirkt og svona kalla á athygli þarfir og kveðjur. Svo það efnisflokkar. Efnisflokkarnir sem fylgja eru byggður upp á ákveðin hátt og það þarf líka að setja sig inn í ákveðna litakóða þar sem ágætt að vita af. Þetta eru líka bara orð og setningar sem flytjast ekki upp á stiku, heldur spjall ákveðið efni en þetta veitir þeim sem ekki farin að setja saman orð í setningar, þetta veitir þeim svolítið meiri orðaforða, þannig að og það mjög gott að nota með þetta og það hægt að aðlaga og breyta setningum og breyta orðum eins og þörf á. Og inn í hverjum efnisflokki stuðningur og stuðningur eins og þetta fyrst og svo og skref fyrir skref
smááætlun í 4 skrefum, sem sagt, tímavaki, og tímavakan hægt að setja á og tala, fara fram og tilbaka í tækinu án þess að trufla. Sem sagt, já, það hægt að tala alls staðar í tækinu og tíminn líður bara að fara fram og tilbaka án þess að trufla tímavakan. Og svo hægt að setja félagsefnissögur eða handrit og það til að styðja við notendur og veita öryggistilfinningu og þetta getur gagnast mörgum mjög vel. Svo einnig lyklaborð með íslenskum spáorðum, bláu hnapparnir eru þar sem ef ýtt á einn hnapp að þá koma upp spáorð sem hægt að flýta fyrir sér til þess að setja upp. Og svo hægt að velja mismunandi rúðustærðir, þannig að þetta hægt að aðlaga mjög vel að hverjum og einum einstaklingsmiða og stækka rúður og fela hnappa. Þetta allt hugsað út frá einstaklingum hvað henta hverjum. Ef þau eru með góðar hefðfærni, þá mjög gott að vera með litla hnappa og fela frekar orðin og bæta eins og við smá saman. Eða fyrir þá sem hafa kannski slakar hefðfærni að nota þá stærri myndir. Já, og svo ætla ég bara að benda ykkur á Pathways sem eru íslenskar kennsluleiðbeiningar á heimasíðu Tobii Dynavox og þar inni hægt að sjá myndbönd og kennsluáætlanir, tillögur af foreldrabréfi og alls konar ítarefni og til dæmis þá kjarnorðin og kjarnorðabækur og þær segja mitt betur frá og eftir. Og svo gagnabanka Tobii Dynavox Pætset Central sem hægt að sækja tilbúið efni sem búið að deila þangað upp. Og við höfum verið að vinna með kjarnorðvikunar núna í vetur og þetta eru smá sýnisortn af því þeirri vinnu og þær ætla að segja betur frá og eftir. Við vinnum með hvert kjarnorð cirka 2 vikur í einu, þó við köllum það kjarnorðvikunar, þá finnst okkur við þurfa meiri tíma heldur en 1 viku fyrir hvert kjarnorð, þannig að og þær sýna það betur núna. Sælblessuð, Silja heiti ég og nú ætlum við í 1. bekk aðeins að segja frá skóladegi í lífi 1. bekkinga í Klettaskóla og hvernig við notum Snapboard First. Ert þú tilbúin? En í vetur þá ætlum við okkur að taka fyrir 12 orð og eins og Hanna sagði þá tökum við 1 orð fyrir og gefum ykkur 2 vikur til að leggja það inn og við erum núna búið með þessi 9 orð sem þarna eins og við sjáum myndunum vil, ekki, líkar, meira, fara, stoppa, ég, þú og það. Og markmiðið með þessu að nemendur finni, noti og segi orðin. En við erum með mjög fjölbreyttan nemendahóp, þannig að þegar ég segi, þá getur það bara verið jafnvel tákn eða einhvers konar hljóðmyndun eða fyrsta hljóði í orðinu, mögulega. Já, nú höldum við áfram. Og þessi mynd alltaf svolítið skemmtileg og gott að minna sig á að við erum í fjölbreyttan hóp og mikilvægt að hafa allt mjög einstaklismiðað hjá okkur. Og við þurfum semst að útfæra allar spjaldtölvur við hæfi hvers og eins. Og mjög mikilvægt að bregðast við öllum tilraunum nemandans til tjáskipta. Allir nemendur í 1. bekk, þeir 11 sem eru hjá okkur, eiga sína spjaldtölvu sem iPad. Svo erum við líka með eina Indie-tölvu sem sjáum þarna hægra megin og við æfum kjarnorðin alla skóladaga og þegar nýtt orð er tekið fyrir þá bætum við því inn á kjarnorðaskjáin sem upphafsskjárinn. Þið sáu kannski Hönnu áðan að það voru í upphaf voru alla myndir þar inn á en þetta eru orðin sem við erum að leggja fyrir og við bætum alltaf orðinni inn í þegar við tökum fyrir nýtt orð. Það bara henta þessum nemendahóp. Og það var orðið mjög miklar og góða framfarir í vetur.
en Indie-tölvan eingöngu notuð sem tjáskiptatölva og í henni semst íslenskur talgervill og í iPadinum sem sagt norskur, hvernig ég útskýrta, þetta sem sagt íslenskan töluð með norskum hreim. Pínu skemmtilegt, en vonandi breytist þetta í bráð. Já. En svo það líka með sumarnemendur hjá okkur að þau eru mislangt komin með orðin sín og hjá sumum þá bara nóg að við þurfum bara að vekja áhuga á bara tækinu sem spjaldtölvan og iPadin notaður sem sagt til tjáskipta eins og Snapchat First og einnig erum við með dagskipulag og fleira þar inni. Við reynum að vera með kjarnorðin upp á vegg og í kippunum okkar hálsinn. Við vinnum með þetta í vinnustund og í samverustund og svolítið gegnum gangandi í gegnum daginn okkar. Og það sem við gerum að mikilvægt að sé aðgengilegt fyrir nemendur og alltaf gott að hafa í huga að gefa sér góðan tíma, ekki vera að flýta sér og vera svolítið fyrirmynd og tala skýrt og byggja upp orðaforðan og grunninn vel og halda svo bara rólega áfram þannig að allir finni fyrir sínu öryggi. Þá bara þakka ég fyrir mig og Komið sæl, Erla heiti ég og kem eftir henni Silju. En eins og Silja nefndi áðan, þá eru 11 nemendur í bekknum og í samverustund sitja nemendur og starfsfólk við borð og fylgjast með samverustundinni á smarttöflu. Einn nemandi umsjónarmaður og aðstoðar hann kennarinn í tímanum. Það skiptist reglulega á milli að allir nemendur lenda í því að verða umsjónarmenn. Eins og algengt í Klettaskóla þá byrja dagurinn hjá fyrsta bekk með samverustund. Nemendur eru með sinn iPad eins og var nefnt hérna áður og einn nemandi með tjáskiptatölvu. Hér notum við já og nei hnappann á tölvunum þeirra. Nemendur ýta á já-merki á tölvan til að staðfesta viðveru við styðjum þau við að svara með tali eða tákni. Þannig að nemendur svara með nafnakalli með þau ýta á já og segja já eða kinka á kolli. Þannig við reynum yfirleitt að ýta undir að þau tjái sig með því leið og þau eru að ýta á já-hnappinn. Þegar búið er að svara nafnakalli og lesa upp þá höldum við áfram og teljum nemendur og byggjum þá í leiðinni að finna hnappinn sem inniheldur tölustafinn sem segir til fjölda mættra nemenda. Við notum alltaf smarttöfluna til að sýna þeim þá leið sem þau þurfa að fara til þess að ýta á réttan hnapp og tölustaf. Við notum Snap Core fyrst viðmóti á smarttöflunni. Hér gerir umsjónarmaður eða nemandi hring utan fjölda mættra nemenda þann daginn. Eins og sjá að töflun þá stendur nemandinn hér fyrir framan á smarttöflunni og að gera hring utan réttan tölustaf. Eftir að við erum búin að telja upp hvað margir nemendur mættir. Nemendur gera eins í sínum tækjum. Þau ýta á rétta tölu á tölvunum sínum og þá sjá nemendurnir hvað þau eru að gera. Smarttöflurnar enda sjá þau sama viðmót og á smarttöflunum sem glættur vann fyrir örgla. Það var bara svo hlut. Eftir nafnakalli finnum við út hvað dagur er. Hér notum við aftur leiðbeiningar á smarttöflunni til að auðvelda nemendum leiðina að rétta hnappinn. Hér notum við, eins og við sjáum hérna á smarttöflunni, þá erum við með þetta viðmót upp á smarttöflunni sem nemendurnir sækja svo í tækjunum sínum. Við syngjum saman dagalagið eftir að við erum búin að fara yfir nafnakallið og hver dagur á sína mynd og hlustum við á
dagasögur, til dæmis á mánudagur hlustum við á sögunum Mána, á þriðjudögum ævintýri Þóra Frosk og svo framvegis. Nemendur ýta svo á viðeigandi myndir í hvers skipti í hvern dag. Sjáum á vídeó. Þetta er hérna. Já, flott hjá þér. Sama gerum við þegar við erum að finna rétta mánuð. Þá setjum við upp mánuðina inn upp á smarttöfluna og nemendur finna rétta mynd á tækjanum sínum. Takk fyrir. Já, ég heiti Guðrún Rut. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá málverunarleikjum og verkefnum sem við erum að vinna með í Snappbandkor með okkar nemendum. Og hérna erum við í leik sem heitir Finnum dýrin, sem er skemmtilegu leikur. Ég ætla að sýna ykkur hérna vídeó. Hvaða dýr ætlar Allan að finna? Viltu sýna krökkunum? Hvaða dýr ætlar Allan? Já, svo sjáum við myndina af dýrinu upp á smarttöflunni og nemendur finna eins í sínum iPadum. Og við ræðum hvernig dýr á litin og þá fyrir við í orðalistar og finnum litir og þau ýta á réttan lit. Svo leikum við okkur alls konar hvað eru mörg dýr á myndinni, skoðum stutt myndbrot og hægt að vinna þetta á fjölbreyttan hátt. Og svo finnum við eins mynd. Finn alveg eins, Sandi. Pappa. Geit. Ísbjörn. Já, flott. Finn alveg eins, Sandi. Svo hérna dregur næsti nefndi flug upp á bókunum og við getum leikið okkur áfram hvað er fluga með á bakinu til dæmis. Og hérna ýtir hún á rétta mynd. Hún finn alveg eins. Vel gert. Hvað er þetta? Varst þú búin að finna alveg eins? Hvað er þetta? Fluga. Og sumir geta fundið sjálfir, aðrir þurfa stýringu, bara eftir þörfum hvers og eins. Og svo erum við svona með málverunarhópa í smærri hópum. Og hérna erum við til dæmis að vinna með kjarnaorðið það. Lesum sögu, við erum að tala eplið, það eplið. Og þarna erum við líka að vinna með önnur orð sem við erum búin að læra, þú og ég og ekki. Og við líka, við erum með verkefni sem við erum með í vinnustundum líka og líka upp á töflu, tengja saman, finna eins. Og þetta þarfnast endurtekningar, reynum að hafa þetta fjölbreytt og skemmtilegt. Og gefa sér tíma, það er mjög mikilvægt. Jæja, Sæl Sofía heiti ég og ég ætla að segja ykkur frá dagbókinni, hvernig við notum Snappkor First við gerð dagbóka í starfin okkar. Við notumst í dagbækur sem Menntamálastofnun gefur út og hver dagur vikunar hefur sinn lit. Til dæmis mánudagur alltaf á rauðri blaðsíðu, þriðjudagur á grænni blaðsíðu og svo framvegis. Já, í lok dags aðstoðuðum við nemendur við að gera dagbók og notist við Snappkor First. Nemendur finna dagbókarhnappinn í Snappkor First og velja svo hnapp yfir vikudagar, mánuðir, tölustafir fyrir dagsetningu og hvað þau gerðu í dag. Og hér sjáum við smá vídeó á því. Nei, afsakið. Já, byttum við. Bústi. Jú, byttum nú að kemur þetta. Afsakið. Í dag er... Vikudagar. Hvað dagur er í dag? Fimmtudagur.
Fimmtudagur, má ég heyra. Fimmtudagur. Fimmtudagur. Hér sjáum við með nemenda sem hefur sín tölu vera fram fyrir hljóðmyndun eftir að hann fór að nota tjáskiptatölvuna sína. En svona gengur þetta koll að kolli, þau velja rétta mánuð, dagsetningu og hvað þau gerði í dag. Þau velja svo þær myndir af þeim bekkjartímum sem þau völdu í Snapcore First í iPadinu sínum og líma í dagbókina. Hér sjáum við svo annað vídeo. Fórst í frímínútur. Og stafa innlögg. Já, og svo einmitt líma nemendur velja svo mynd í boxi og líma í dagbókina. Og ég sjá myndir af nemendum vinna samviskusamlega í dagbókinni. Þeir taka öll virkan þátt á sinn hátt. Nemendur taka dagbókina með heim og fara svo yfir dagbókina með foreldrum. Og dagbókin hjálpar nemendum að endursegja atburði dagsins yfir skóladaginn. Þetta eflir þau í frásögn og þau átta sig betur á því sem gerist frá degi til dags. Við sjáum miklu möguleika í notkun Snapcore First í starfi okkar í Klettaskóla að það sem mestu máli skiptir að nemendur taka virkari þátt í skólastarfinu og þeirra rödd heyrist. Jæja, þá þessari kynningu okkur lokið í dag og þakkum kærlega fyrir okkur.